Jæja, Þórólfur, þú kemur hérna fyrir hönd Vestmannaeyinga. Hvaða tengsl hefur þar? Ég þekki nú Magnús Bragason ágætlega í gegnum hlaupinu aðalega, en ég hef nú tengsl við Eyjar þannig að Ingólfur Theodórsson er afi minn, eða var afi minn og hann var með netikir Ingólfs. Þannig að þegar ég og Polli að fórum oft hann yfir á sumrin og heimsótti hann og konuna Siggu í Skuld. Þannig að það er svona mín tengsl við Eyja og svona upp úr því kannski fer maður, og svo tók ég þátt í fyrsta hlaupinu hjá þeim, hérna makka þeim í 2010. Og svo hef ég búin að fara í Puffin Run og svona, þannig að alltaf gaman að koma til Eyja. Þannig að þú þekkir hlaupaleðina vel þarna? Já, ég hef búin að hlaupa eitthvað þarna og ég man alltaf eftir hlaupinu þegar ég fór í Vestmannaeyjahlaupi hvað þetta var. Þetta var eiginlega brekka upp í 8 kilometra, svo kom niður 1 kilometri stíf brekka og svo þurftum að fara að klára upp eina brekka. Þetta er algjör mega hlaup sko, og virkilega gaman að taka þáttana hjá þeim. En á hverju eru þau svona góð í framkvæmdinni? Þekkjur það? Sko, ég kannski þekki ekki alveg persónulega, en maður bara fylgist með þegar þau eru að undirbúa hlaupið og ég held að það sé bara svo mikið samheldni hjá Eyjamönnum að þau koma saman og þau gerir þetta vel og maður finnur það að maður kemur til þeirra og tekur þátt í viðburði að það er svo mikið væntumþykja og maður finnur það vel. Ég er búin að keppa mikið í hlaupum og það er bara, sko, það er allur bragur yfir hlaupinu og öllum þeim sem er að koma að þessu. Það skín svo vel í gegn, sko, væntumþykja og metnað til að gera þetta vel og þá er svo gaman að koma og vera með í slíkum viðburði. Þannig að þetta er svona þínu mati einstakt hlaup? Já, þetta er eitt af þeim hlaupum og bara að fara út í Eyjar. Það er náttúrulega bara alveg svakalega skemmtileg. Og í fyrra fór ég í Puffin Run og það er bara eitt það skemmtilegasta hlaup sem ég hef tekið þátt í og virkilega og vel á því staði líka.